Í tónlistarskóla Svalbarðsstrandar unnið metnaðarfullt starf og markvisst stuðlað að auknu tónlistarlífi í sveitafélaginu í samstarfi við aðrar stofnanir á svæðinu. Nemendur flytja tónlist sína inn í samfélagið á 30 viðburðum yfir skólaárið en þar má nefna tónleika, leikskólaheimsóknir, samstarfið kirkjuna og kvenfélagið og fleira. Helga Kvam stofnandi og skólastjóri skólans. Skólinn sjálfur sem tónlistarskóli ekki stofnað fyrir 2009 en þetta byrjar svona með því að þetta tónlistardeild innan grunnskólans árið 2003 og svo verður bara ásóknin í tónlistarnámi meiri og 2009 ákveður sveitastjórn hreppsins að gera deildina að sjálfstæðri rekstrareiningu. Þú ert hérna á svæðinu. Var þetta eitthvað sem þú ætlaðir þér alltaf að gera? Ég ætlaði mér alltaf að vera tónlistarkennari en þegar ég var unglingur ætlaði ég mér og flutti hérna í burtu þá ætlaði ég mér aldrei að koma hingað aftur. En svona var ég eldri og þroskaðri og fann að það tók alltaf í mig að koma heim aftur. Þannig þetta náttúrulega eitthvað sem ég ætlaði mér alltaf að gera. Og þitt uppeldi, það tónlistarlegt? Já. Ég ólst upp á heimili þar sem eru 2 tónlistamenn og þegar ég mjög ung þá mamma að kenna heima því bróðir minn þá nýfæddur og ég satt með henni í kennslustundunum heima og fylgdist með og þar kviknaði þessi áhugi að kenna. Og þegar þú kemur svo hingað og opnar tónlistarskólan þá fara að gera það svolítið svona eftir svona þínum eigin hugmyndum? Já, í raun og veru þá smíða ég þetta svona úr eiginlega, mínum hugmyndum í bland við aðalnámskrá, tónlistarskóla og greinanámskrá. En svona get sett svona þær áherslur sem að mér finnst passa. Hvaða áherslur eru það? Það í raun og veru að vinna mjög mikið með einstaklinginn. Þó að við fylgjum námskrá þá erum við ekkert endilega að stefna því að búa til tónlistarfólk úr nemendunum. Við erum mjög glöð ef að nemandi getur gengið hér út eftir nám og hann ætlaði sér bara að læra að spila afmælisslagið og hann þá kann afmælisslagið og hann getur spilað afmælisslagið þegar hann verður 60. Ekkert endilega hann kunni 100 sónutur eða hvað sem er. Og líka að vinna með framkomi hjá nemendum. Af því ég man úr mínu námi í gamla daga þá voru ekki oft sem að maður spilaði á tónleikum, ekki reglulega, þannig að það var alltaf magapína en í dag þá bara svo nauðsynlegt að krakkarnir kunni að koma fram og þau njóti þess að þetta sé ekki eitthvað sem þau kvíða fyrir. Heldur það sé stundum bæði með tónlistarnám, íþróttanám eða hvað sem að við séum svona svolítið ofta að reyna að búa til einhvers konar atvinnumenn úr hverjum einasta Já, ég vissu held að það sé að breytast rosalega mikið líka bara með einstaklingsmiðuðu námi í almenna skólakerfinu. En svona, afburðafólkið, svona fólk setur samansemmerki þar á milli og fjármagns í starfsemina. En það ekki alveg það sem skiptir máli. Það eins og hjá okkur fyrst gleðin og ánægjan hjá nemendunum og forráðamönnunum og út í samfélagi þar sem við gefum þangað, það það sem skiptir mestu máli, ekki peningar. Í skólanum fjölmiðlun og tækni mikið notuð í kennslu. Nemendur semja tónverk á tölvur, skila verkefnum í myndbandsformi eða á hljóðupptöku og nemendur læra einnig grunnvinnubrögð í upptökutækni og upptökustjórnun. Námsmatið tekur jafnframt mið af öllum þessum þáttum, þáttöku nemenda í viðburðum og verkefnum yfir árið en ekki einungis prófum. En hvernig svo áhuginn? Eru margir nemendur við skólan? Hjá okkur eru núna í vetur 38 nemendur, við erum lítið sveitafélag, með rúmlega 400 íbúa. Þannig að þetta í gegnum árin hafa þetta verið svona 60–75% grunnskóla nemenda sem hafa verið í tónlistarskólan. Og það stutt að fara, þetta hérna í sömu byggingu? Já, mjög stutt að fara. Hvaða hljóðfæri hægt að læra í þessum tónlistarskóla? Það hægt að læra á píanó og það þá bæði klassísk píanó og svo rytmist nám og það hægt að læra hljómborð og orgel. Það hægt að læra öll tréblásturshljóðfæri, gítar og rafmagnsgítar og rafbassa. Það hægt að læra söng og röddbyttingu. Það hægt að læra á slagverk og harmoníku. Og það hefur verið lært á ukulele hérna líka.
Við hefum kennt líka á blokkflautur að sjálfsögðu, að vísu utan forskólakennslu. Já, það er svona eiginlega allt stendur til boða núna í vetur nema strengjahljóðfæra málbræstur. En ef hann alltaf kemur einhver sem vill læra, þá fer ég út og reyna klófista kennara til þess að standa fyrir því. Og hvað eru margir kennarar hjá okkur? Við erum 5. Og það gengur bara vel að manna þær stöður eða hvað? Já, það er eiginlega ótrúlegt. Ég held að nálega með Akureyri vinni með okkur þar. Að það er ekki langt að keyra hérna. Keisla frá miðbænum að Akureyri er álíka í tíma og að keyra bara á Suðurhverfi og niður í bæ. Já. En þannig að það verður ekkert fyrir mál að fá kennara. En er eitthvað hljóðfæri sem er alltaf vinsælast eða hvernig gengur þetta í bylgjum? Hvernig er það? Það gengur svolítið í bylgjum. Það hafa verið svona þverflötubylgjur og gítarbylgjur og harmoníkubylgjur, en píanóið er alltaf sterkt henni. Sennilega að því líka það eru til píanó og píanó er mubla sem að fylgir fjölskyldum og ef hún stendur óhreyfð, það barn sem er á því heimili, það fer og reynir að spila og svo eins og þegar þetta er svona hérna að boðið upp á þetta, þá tilvalið að fara að prófa. Já. Að því að trommusettið er hérna bakvið, þá var ég að spyrja, einhvern tíma voru alltaf bara strákar að spila á trommur. En þetta er ekkert bara strákahljóðfæri? Nei, það er engin hljóðfæri sem er strákahljóðfæri eða stelpuhljóðfæri. Trommur henta stelpum alveg jafnvel og strákum. Og ykkur gengur vel að fá nemendur af báðum kynjum til ykkar? Já. Hvers virði er það að hafa virkan tónlistarskóla og virkt tónlistarnám í boði fyrir börn á staðins og þessum? Mjög mikils virði. Mjög mikils virði. Í raun og veru er tónlistarskólinn það eina utan lögbundinnar þjónustu, grunnskóla og leikskóla, sem að sveitafélagið greiðir niður fyrir börnin. Það er ekkert annað í boði. Einfaldlega líka vegna þess að það er mjög stutt inn á Akureyri. Þannig að þau sækja sitt íþrótta- og tónlistarstarf þangað. En ég er á því að það samfélag sem ekki hefur tónlist, það er frekar snautt samfélag. Er þetta ekki skemmtilegt starf? Besta starf í heimi.